Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín kominn ungur maður frá Dalvík, Snorri Eldjárn Hauksson, velkomin. Já, þakka þér fyrir. Viltu að ég reyna að taka þetta viðtal á spænsku eða ertu bara sáttur við íslenskuna? Nei, það góð tilbreyting að við tökum þetta í íslensku, þannig að við skulum bara halda okkur við það. Heyrðu, viltu útskýra af hverju þú ert stjarna í Kólumbíu af öllum löndum? Já, ég fer til Kólumbíu 2016 til að læra spænsku og er þar í 3 mánuði. Á þessum 3 mánuðum þá kemst ég í kynni við ákveðna tónlist sem heitir Vallenato. Ég skildi náttúrulega ekki textan á þessum tíma, en ég kallaði svolítið athygli mína að það var mjög mikil harmonika, taktinu var svolítið skrítinn og söngvarinn, hann söng alveg svona með hjartanu. Það var eitthvað að hjá honum. Corazón. Já, Corazón. Og það var svo ekki fyrir 2017 í október sem ég fer út í mánuð til að klára bóklegt nám hana, að ég fer að læra texta, ég fer að skilja hvað hann er að syngja. Og veistu, það sló mig svo, þessi texti var svo fallegur og ég kynni stelpu úti, verð svona svolítið hrifinn af henni, skotin í henni. Og svo þegar ég kem heim til Íslands að þá ákveð ég að hlaða upp vídeói, syngjandi á spænsku, þessa kólumbísku tónlist fyrir hana. Og það bara varð víral. Var allt sturlað? Já, ég bara gat ekki sofið á nætuna fyrir skilaboðum og vinabeiðnum á Facebook og ég ákvað bara að ég nýta mér þetta, að ég kunni svo mikið að meta þessu tónlist. Bara hlaði upp fleiri lögum og núna á einu ári er ég komið einhver tæp 40 lög. Þannig að þetta er búin að fara 3 ár út til Kólumbíu. Þú ert búin að fara 3 ár til Kólumbíu til að fara í viðtöl og spila og... Já, ég fór 2 ár til að læra og ég er búin að fara 3 ár núna sem söngvari. Sem söngvari, já. Og það er þá til þess að fara í viðtöl, til að syngja og bara sýna mig og sjá aðra og kynnast þessum heimi. Og er þetta bara allt land í Kólumbíu eða einhverjum ákveðnum stað? Þetta er meira við ströndina í norðri, en það náttúrulega, þetta er kólumbísk tónlist, þetta er þjóðlaga tónlistin hann. Þannig að það þekkir allir. Geturðu gefið okkur smá sýnisvotn bara þessari tónlist? Ég ætla að syngja fyrir ykkur lagi sem gerði við Vinsaland. Þetta er rosalega mikil, hann er að syngja, hann er ástarsorg. Hann er bara heartbroken. Að syngja ást sem að skipta honum gríðarlega miklu máli. Og ég reyni alltaf að syngja svolítið með tilfinningunum, þannig að athuga hvort þú skiljir eitthvað. Take it away. Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par. Amor profundo tan dentro de mí que me maldice. Ha serenado la mente al sufrir y hay que temer si todo lo perdí. La suerte echada y este corazón que me maldice. Si diferente ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios. Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie le deberá nada a tu amor. Te dolerá mirar donde hubo sinceridad, porque en mi alma no gobiernas, lo digo yo. Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise. Y a pesar de 1000 motivos que te maldice, que te maldice. Ég skildi þetta alveg. Triste, corazón, nei. En þetta er greinilega sungið frá hjartanu, þetta er fallegt. Já, þetta er bara mjög erfitt líka. Ég er á slæmum stað í dag. Þá bara setur maður meiri tilfinningar. Það er einmitt málið, þá setur maður meiri tilfinningar og bara laga. Þetta er alveg magnað. Og hvað gerist í framhaldinu? Ertu að fara aftur til Kólumbíu? Já, ég verði núna á Íslandi alveg fram í loka apríl og svo er sem sagt stærsta Vallenato-hátíðin ár hvert, hún er í loka apríl, síðustu helgina. Þannig að ég skelli mér að nút og Vallenato þýðir lögin úr dalnum? Já, þetta er sem sagt, þetta er eiginlega tónlistin úr dalnum. Tónlistin úr dalnum. Sko, Vallenato, Valle þýðir dalur, þetta er bara nafni á músíkinni. Og þú náttúrulega heimfærir þetta og svarar þetta? Nei. En nú í lok þáttarins ætlar að taka fyrir okkur annað lag og ekki Vallenato eða hvað? Nei, ég fékk systur mín að koma í þáttinn með mér hún Íris Hauksdóttir. Íris Hauks, já. Ég er náttúrulega rosalegur aðdáandi hennar, hún er með æðislega rödd og gaman að syngja með henni, en við ætlum að syngja eitt lag sem við höfum tekið af og til. Syngjum Wish You Were Here með Pink Floyd. Ok, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og bara
Gangi þið vel með kólumbíska ævintýrið. Já, þakka fyrir. Mér langar líka hérna hvet hérna til þess að fylgja mér á samfélagsmiðlum. Já, hvað gerir maður það? Bara... Það sem að ég heiti El Islandes Snorri. El Islandes Snorri? Já, á Instagram. Og á YouTube þá það Snorri Hauksson. Já. Og svo Facebook Snorri Hauksson líka. Hvetjum fólk til að tékka á þessu. Já, endilega. Og þannig ætlum við að enda þennan föstudagsþátt. Takk kærlega fyrir að horfa. Sjáumst aftur á vikuleiðinni. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? They get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. And did you exchange our walk-home part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have you found? The same old fears. I wish you were here. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have you found? The same old